Koleinóxíð er lofttegund sem myndast við bruna. Venjulega þegar eitthvað brennur, eins og til dæmis timbur eða við erum að brenna eldsneyti eða einhverju svipuðu, að þá verður aðallega til koltvísýringur sem er CO2, en koleinóxíð er CO. Það myndast yfirleitt ekki mikið koleinóxíð nema ef það vantar súrefni, þannig að þetta er það sem gerist iðulega, en koleinóxíð er þetta hérna. Koltvíoxíð eða koltvísýringur, eftir hvað við köllum hann, sem er þetta hérna, er algjörlega hættulaus lofttegund fyrir okkur. Koleinóxíð hins vegar er stórhættulegt. Þetta myndast til dæmis örlítið af þessu í bruna bíla, þegar bílar eru að brenna eldsneyti, þannig í útblæstrinum er alltaf pínlítið koleinóxíð. Eins ef við erum að brenna með gastækjum eða einhverju svipuðu, þá myndast pínlítið af þessu. Og það sem gerist ef við öndum þessu að okkur, að þetta sest á rauðu blóðkortin í staðinn fyrir súrefni og festist þar mikið fastar heldur en súrefni. Þannig að þá í raun og veru fer blóðið að flytja þetta hring eftir hring en getur ekki flutt súrefni. Þannig verðum við fyrir súrefnisskorti og það sem er eiginlega hættulegast við þetta er að fólk finnur það ekki. Það bara verður þreytt og það á endanum sofnar, og ef að það kemst ekki undir bert loft bara innan einhverja sekúndna eða mínútna, þá deyr það. Og fólk hefur dáið út af útblæstri bíla ef það er með bíl inn í lokuðu rými eða í húsum þar sem er verið að kynda með gasi eða í fellihýsum og þess háttar út af svona koleinóxíð eitrun. Þess vegna er til dæmis í flestum fellihýsum og mörgum sumarbústöðum þar sem er verið að brenna gasi, þar eru mælar til þess að mæla þetta og bípa ef að það fer að myndast eða safnast fyrir koleinóxíð. Þannig það þarf að passa að lofta vel þegar bílar eru í gangi eða er verið að brenna eitthvað til þess að koma í veg fyrir koleinóxíð eitrun.